Já, komið þið sæl. Það komið að manni ársins 2005 og hann tók ákvörðun á árinu sem snerti auðvitað hann sjálfan og hans nánustu en marga fleiri, kannski fleiri en við erum eða getum gert okkur grein fyrir á þessari stundu. Hvað væri kryddsíld án manns ársins og mér líkur við að segja hvað væri kryddsíld án Davíðs Oddssonar. Vertu velkominn, Davíð. Já, þakka þér kærlega. Við veljum þig mann ársins fyrir þennan langa pólitíska ferilinn. Þú tókst ákvörðun á árinu að hætta í pólitík. Hafa þetta orðið mikil umskipti? Ég veist nú óskaplega skemmtilegt að ég skulle vera maður ársins fyrir það að hætta. Það ég finnst það alveg dásamlegt. En svona getur orðið? Já, svona getur orðið. Það gaman að geta glatt fólk. En auðvitað er þetta mikil umskipti, já. Ég náttúrulega hvarf úr þessum daraða dansi sem að vinir mínir hér í næsta ranni herbyggisins stunda og er þarna við mjög skemmtileg störf að vísu og áhugaverð og líður frábærlega. En þú hefur ekki frekar viljað sitja við háborðið heldur en hér á hliðarborðinu með mér? Þá væri ég vantilega orðið fullur eins og vantlar. En nú kom ég á bílnum, þannig að ég veit ekki hvernig það gengur þarna að standa því þegar skandalisera eins og ég reyndi að gera svona samlega iðulega. En nei, ég er óskum feginn. Þetta var ákvörðun sem að tekin að vel yfirlögðu ráði og þegar ég fæ bakþanka þá kveiki ég á þingfréttunum og þá líður mér ágætlega. Og þá kemst það þeirri niðurstöðu að þú hefði valið rétt? Já, það held ég það, ég hefði valið rétt, já. En það má ekki gleyma því ég var búinn að sýsla óskaplega lengi við þetta, alveg frá 74 í rauninni. Þó ég væri ekki áhrifamaður verulegur fyrir ég frá 80 því ég var leiðtogi minnihlutans í borgarstjórn og síðan allar götur síðan. Þannig að þetta var nú orðið gott og ég sé ekki annað en að menn séu bara að hafa sátt við það að ég skulle vera farinn og það gleður mig. En hvernig fyrir mann sem hefur verið í eldinum í öll þessi ár að sitja í Seðlabankanum núna og einmitt eins og þú segir fylgjast með þessu nánast í gegnum fjölmiðlum? Ég er nú kannski þannig gerður að mér finnst alltaf það sem ég er sjálfur staddur að þar séu hlutirnir mikilvægastir og ég veit ekki hvað ég þyrfti að fara í til þess að þykja það ekki vera þannig. Ég verð upptekinn því sem ég er að gera og samfærast mikilvægi þess að vanda mig og sinna því vel og það er það sem ég finnst núna í bankanum. Og reyndar það svo að bankastarf sem að þjóta upp hér og verða mikilvægari og mikilvægari og Seðlabankinn er banki bankanna þó hann sé ekki öryggisbanki þeirra nema að óverulegu leyti að þá fylgist það mjög nákvæmlega með og skiptir máli, svona kannski vaxandi máli miðað við það sem er að gerast á Íslandi. Hefur þig aldrei langað til þess að taka upp sín tól og hringi í Gerhard og segja honum til? Nei, og hann getur staðfest það og þeir allir hérna. Ég hef ekki hringt í nokkurn lifandi mann lifandi mann, ég menn ekki stjórnmálamann og sagt hérna þið hefðu átt að gera þetta svona eða hinsegin. Ég hef aldrei gert það, alveg láta þið í friði. Ég er ekki að segja þar með að það sé ekki að blessunum allt sem allir gera. En það sá sem er kominn á hliðarlínuna, hann er ekki inn í öllum daglegum ákvörðunum og það væri afskaplega heimskulegt af honum að fara inn að hringi í einhvern og skipta sér af og gefa góð ráð. Hann á að sinna því sem hann á að sinna og það geri ég. Ég skipti mér ekkert af því sem þeir félagi minni hér eru að gera. Ekki nokkurn skapaðan hlut. En finnst þér verið að gera rétt? Já, ég vona það. En eins og ég segi, það fer heldur ekki vel á því að maður sem er hættur sé að setja sig í dómarasæti yfir því. Þannig ég geri það ekki heldur. Ég vona að ég geri rétt því það er mikilvægt, bæði stjórn og stjórnarandstaða. Það skiptir miklu máli fyrir hag og velsæld okkar allra þegar gangi vel öllum og ég vona að þeim geri það á nýju ári. En hvernig birtast þér þessi umskiptiðinn? Þú hættir í pólitík sem eru þú vinnur 24 stundir á sólarhring og ferði yfir í bankann. Það hljóta hafa orðið breyting á þínu persónulega? Já, það er heilmikil breyting og það er sérstaklega breytingin svo að það er ekki þessi eilífa pólitíska bakvakt. Það eigi ekki allir í raun kröfu til þess að þú svarir og hafi skoðanir á öllum sköpuðum hlutum. Ég segist núna vera komin í skoðanafrí og ef maður hringir mig og spyrir mig skoðanar þess og hinu þá segi ég bara ef þetta tilheyrir ekki bankanum þá hef ég enga skoðun á því. Það er nú kannski ekki alveg 100% satt en það sem ég er að segja er það að ég á ekkert að vera að belgja mig út og tjá mig eitthvað sem mér kemur ekki við umfram það bara sem almennur kjósandi. Auðvitað hef ég leyfi til þess að fara og setja mitt atkvæði onni í rifun á kassanum og kjósa þann flokk sem ég vil en umfram það á ekki að skipta mér að þessu. Það er engin hætt á því eins og sumir stjórnmálamenn hafa verið nefndir að ég verði pólitísk afturganga. Það er engin hætt á því. Talandi pólitískar afturgöngur þá hefur maður svona séð í umræðunni að það er dálítið verið að kalla eftir til dæmis eins og Jóni Sigurðssyni og Jóni Baldvin aftur í pólitík.
Nei, ég held að þetta sé nú bara virðingarvottur við þá góðu menn sem eiga virðingu skilið. Ég held að menn sé ekki í raunin að tala um það að menn sem hverfi á brott úr pólitík þeir séu að koma aftur. Ég held að menn eigi að slá strik yfir það liðnað hvað þetta snertir og ekki að leiða hugan að því. Þá hefur maður ekki farið í alvöru. Ég fór fyrir alvöru. Ég tók mjög ákveðna yfirvegað afstöðu það að mín væri ekki lengur þörf í pólitík og ef er ekki þörf fyrir mann einhvers staðar þá á maður ekki verið að þvælast þar. Steingrímur Hermannsson lýsti þannig í ævisögu sinni sem bæði forveriðinn í Seðlabankanum og líka í forsætisráðuneytinu að nánast eins og þetta hefði verið líkast því að setjast í helgan stein að gerast Seðlabankastjóri. Tekur undir þá lýsingu? Nei, ég gerir það nú ekki. Hann var nú reyndar ekki formaður bankastjórnar Seðlabankans eins og ég varð en þess utan þá finnst mér þetta vera afskaplega áhugaverður staður, skemmtilegur staður að vinna á og það kemur kannski svolítið óvart hvað verkefnin eru áhugaverð og athyglisverð en hluti af því dæmi þessar breytingar sem eru að verða. Hvað fjármála starfsemin, efnahagsstarfsemin auðvitað, þar með talin öll, farin að skipta miklu meira máli í íslensku þjóðlífi. Og fá að sitja þá í öndvegi Seðlabankanum, hafa afskipti af þeim málum sem manni kemur við og ekki öðrum og að fá að taka á hlutum sem manni kemur við og gera það þá að festu. Því það mun ég gera ef að til minna kasta kemur. Það er engin hætt á öðru. En ég mun ekki skipta manni því sem mér kemur ekki við. En hefur ekki meiri tíma til að sinna hugðarefnum eins og til dæmis skriftum? Jú, og ég er búinn að vera dálítið duglegur við það undanfarið en samt sem áður það verður nú alltaf þannig. Þegar ferði nýtt starf, þó ég segist vera vel undirbúinn undir starf sem lítur að efnahagsmálum eins og ég tel mig hafa verið, að þá er í hvers skipti sem þú ferði nýtt starf þá þarftu að einbeita þér, þú þarft að taka meiri tíma heldur en þegar líður á og það ger ég. Ég vænti þess hins vegar að þegar frá líður þá hef ég meiri tíma fyrir slíka hluti. Ég hóta því. En hvað ertu að skrifa? Ég er að skrifa sögur endar og kvæði og kvæðina og sumt að því verður birt og sumt ekki. Smásögur og leikrit? Nei, nú er ég að skrifa stóra sögu eða langa sögu, ekki smásögu. Já. Sem verður væntanlega birt? Já, sem ég vona að verði birt næsta ár, já. Getur þú sagt eitthvað frá? Nei, ég best ég gera það ekki neitt en ég er að þessu og hef afskaplega gaman að því. En ekkert inn á hvaða svið hún eða? Nei, það er svona spennusaga af þeim dúr, já. Af pólitíska vettvangnum? Nei. Hvergi nálægt því. Þá er það minna að segja að ég væri að finna þennan karakter og hinn og allt þetta. Það vil ég ekki. Ég vil láta mína gömlu félagi í friði. Þeir eru afskaplega kurteisir og góð við mig og svo heyrði þarna áðan. Þannig ég verði að vera kurteis og góð við það. Já, hvernig er það að sitja hér við hliðarlínuna og hlusta á ég hafði bara gaman að því. Bæði andstæðinga og samherja? Þetta er nú þannig á þessum tíma að fólk eru svona í betra fari hvort við annað, heldur vant er og svona áramótum og ég sé ekki annað að það sé góður andi í öllu liðinu. Davíð Oddsson, ég er minn hér fyrir hönd NFS stöðva 2 afhendaði skjal sem ástendur. Davíð Oddsson er maður ársins 2005 fyrir einstakann stjórnmálaferil sem markað hefur djúp spor í sögu þjóðarinnar og Sigmundur Ernir Rúnarsson fréttastjóri. Takk fyrir kærlega, þetta er mjög vinsamlegt og mikil heiður. Og þessi blómfylgir hægja. Takk kærlega og gangi ykkur vel öllum saman. Við höldum áfram hér við kryddsíldina án Davíðs Oddssonar með alla stjórnmálafóringja landsins hér við okkar hlið. Það hefði náttúrulega getað verið maður ársins síðustu 15 ára en er það núna? Já, en við skulum fá smá auglýsingar og svo höldum við áfram með kryddsíld 2005.